2003. Unnur hefur verið handboltaþjálfari hjá IBF í 4. áratug. Þá þjálfaði hún 16 ára landslið kvenna í handbolta árið 2013. Hún hefur sem þjálfari unnið fjölmarga titla bæði með meistaraflokkum sem og yngri flokkum. Unnur hefur setið í aðalstjórn IBF, hún hefur setið í handboltaráði IBF í fjölda ára, þá var hún formaður fimleikafélagsins Ránar í 8 ár. Einnig hún liðsstjóri kvennasveitar GEFA 50+ og hefur verið það síðastliðin 6 ár og hefur sveitin unnið 2 Íslandsmeistaratitla í annarri deild. Hún hefur sinnt mikilli sjálfboðavinnu fyrir sitt íþróttafélag auk fjölda annarra félagsstarfa í gegnum tíðina, þá hefur hún verið sæmd gullmerki IBF. Hlynur Stefánsson líkt og Unnur, fæddur 1964. Hlynur spilaði knattspyrnu með IBF í fjöldamörg ár og gerði seinna atvinnumaður með Örebro í Svíþjóð. Hefur Hlynur hlotið ýmsar viðurkenningar á ferli sínum. Hann var meðal annars valinn brúðasti leikmaður efstu deildar 96 og besti leikmaður efstu deildar árið 2000. Hann lék auk þess leiki með landsliði Íslands í knattspyrnu. Hlynur var valinn íþróttamaður Vestmannaeyja árið 1997 og 1998. Hlynur Stefánsson var burðarstólpi og fyrirliði í liði IBF í fótboltanum í lok síðustu aldar. Liðið landaði þá 2 Íslandsmeistaratitlum og urðu auk þess bikarmeistarar. Hinn síðari ár hefur Hlynur látið að sig kveða á golfvellinum og enn að keppir með öflugum hópi eldri kylfinga sem hafa gert garðinn frægan. Komst í hóp einyrkja þegar hann fór hol í höggi á 15. ágúst 2015 á holu 14. Einnig Unnur í golfinu með góðum árangri eins og áður var sagt. Samanlagt má telja framlag þeirra til íþrótta í Vestmannaeyjum í áratugum í handbolta og fótboltavellinum, í golfi og í þjálfun. Hljóta þau hjón því fréttapíramídan fyrir mikið og gott starf í þágu íþróttanna í Eyjum. Þau gátu því miður ekki verið hér með okkur í dag, voru að koma erlendis frá og þurftu að stoppa í borginni og ég ætla að biðja Lind Hrafnsdóttur og Sigmar Pálmarsson að koma upp og taka við viðurkenningunni fyrir þeirra. Enn hann kominn. Eyjamaður ársins að mati Eyjafrétta Gísli Valtýsson, samstarfsmaður minn í mörg ár og mikill vinur. Gísli Valtýsson Eyjamaður ársins 2024 að mati Eyjafrétta. Hann lærður smiður og prentari og tók við rekstri Eyja Sínar árið 1982 sem hann stýrði í rúm 30 ár. Stærsta verkefni var útgáfa frétta og síðar Eyjafrétta sem í áratugi kom út einu sinni í viku. Það var þrekvirki og vinnutíminn oft langur en alltaf hafðist þetta. Gísli var alltaf tilbúinn að fara inn á nýjar brautir, má það nefna sjónvarpsstöðina Eyjasýn Fjölsýn, sem framleiddi eigið efni og eins hefur fréttavefurinn eyjafrétti.is starfað frá árinu 2000. Ýmislegt hefur breyst, sjónvarpsstöðin ekki lengur til, Eyjafrétti kom út einu sinni í mánuði en fréttavefurinn okkar eyjafrétti.is hefur aldrei verið öflugri. Það í takti í nýja tíma. Eyjasýn fagnaði í 50 ára afmæli á síðasta ári og Eyjafrétti með langelstu fjölmiðlum landsbyggðinni. Þar hefur saga Vestmannaeyja verið sögð á þúsundu sína í hundruðum og jafnvel þúsundu klukkustunda sjónvarpsefni og á eyjafrétti.is sem vefur sem aldrei sefur. Þetta arfleifð Gísla sem Eyjamaður af líf og sál hefur frá 10 ára aldri komið að félagsstarfsemi fyrst í frímerkjafélagi sem hann stofnaði
Hann var skáti, þá tók íþróttafélagið Þór við og IBVF. Bandalagið þar sem hann hefur verið féhirðir þjóðhátíðar. Hefur hann hlotið allar helstu heiðursviðurkenningar íþróttahreyfingarinnar, gullmerki Íþróttafélagsins Þórs, silfurmerki HSÍ, gullkross Íþróttabandalags Vestmannaeyja sem æðsta viðurkenning bandalagsins og gullmerki Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Í 20 ár var hann í Kívanisklúbbnum Helgafelli, forseti tíma, svæðisstjóri á Suðurlandi. Nú það félag eldri borgar sem nýtur krafta hans. Þar situr hann í stjórn sem gjaldkeri. Gísli hefur svo sannarlega lagt Vestmannaeyju markgott til án þess að vera í framlínunni. Lætur vel að vera á bak við tjöldin en alltaf traustu bakland. Hvað mig sjálfan varðar vil ég þakka Gísla fyrir samstarf sem stóð í 30 ár. Oft vorum við með vindinn í fangið en áfram var haldið og okkar á milli myndaðist traust og vinótta sem kannski stendur upp úr þegar upp staðið. Gísli vildi gjörsamlega koma upp og ég segi bara Hanna, Erla, Hrund og börn og barnabörn og allt það til hamingju með kallinn. Þá höldum við dagskrá áfram. Magnús ætlar að vera næstur. Já, sæl verið öll. Mér var falið að lesa hér upp samantekt eftir föður hennar Kristínar, hann Jóhann Friðjónsson, Jóa Hólnum, og þetta eitthvað sem hann setti saman þegar hann var út í Hamborg fyrir 20 árum. Og þetta heitir Upphafi jarðelda á Heimaey 1973, persónuleg reynsla og hugleiðingar. Já, hratt flýgur stund. Það eru brátt 30 ár síðan í janúar 1973 jarðeldar brutust út á Heimaey. Einu sem í byggð, en Vestmannaeyjar teljast 16 talsins fyrir utan Sker og Dranga. 10 árum fyrr vorum við minnt á ofurkraftar náttúrunnar þegar eldar komu upp úr hafinu í suðvestri 30 km frá Heimaey, þar sem ætíð voru vinsæl og gjöful fiskimið á 160 metra dýpi. Svo mikill var krafturinn þar að uppkom á 4 árum sem gosið stóð Surtsey, 3,5 ferkílómetri að stærð. Nú hafa veður og vindar sorfið eina, þannig hefur hún minnkað meir en helming og núna 1,5 ferkílómetri. Á þessum árum þótti okkur notalegt að vita af eldinum út í hafi og mikil rómantík að fylgjast með spilverki gosklampanna bera við heiminn, sérstaklega á dimmum nóttum. Við vorum því svo lítið stúrin þegar það hætti að gjósa þarna 1967. Í mínum huga og margra sem ég þekki ekki nokkur vafi á því að reynslan af þessum miklu náttúruhamförum var okkur til góðs, hve við eyjabúar sýndum mikla stillingu og æðruleysi 1973 og hlutum alþjóðar aðdáun fyrir. Örlaganóttin 23. janúar 1973 sýndi okkur Vestmannaeyingum og öðrum að við vorum í hendi drottins. Eldsprungan með stefnu frá Heklu, frægasta eldfjalli Íslands, kom upp í 1200 metra fjarlægð frá austustu byggð á Heimaey, 15 til 1800 metra löng með stefnu austur fyrir Helgafell, eldfjalli sem gaus fyrir 5 til 6.000 árum og mun hafa myndað stóran hluta eyjarinnar
og tengt saman Norðurkletta og Stórhöfða í suðri. Elsprungan var þannig í örlítilli fjarlægð frá sofandi byggðinni með 5.300 manns, þannig að öllum var borgið, ekkert mannslíf fórst. Daginn áður var ástaka veður svo slæmt að fiskibátaflotinn var í höfn. Fljótlega bárust tilkynningar frá lögreglu að fólk skyldi flýta sér niður á höfn í fiskibátana sem allir voru í höfn eins og fyrir segir. Hús mitt stendur á hæð í miðri Heimaey, það bil 3 kílómetra frá glóandi eldsprungunni, og við vorum 5 heima. Ég ásamt börnum okkar, Ástþór 17 ára, Kristín 13 ára, Jóhann 12 ára og Davíð 7 ára, en eiginkonan Svanhildur ásamt Vigdísi 3 ára dóttur okkar voru sem betur fór staddar í Reykjavík. Við klæddum okkur og ókum bílnum austur á eyju til að kanna hvað væri á seyði. Heiman að sást vel til eldstöðvana en við vildum komast nær og ræða við menn. Á leiðinni hittum við fljótlega vinafjölskyldu sem bjó í Austurbænum. Ég fékk þeim húslykla og sagði þeim að fara heim á hólinn, við kæmum fljótlega. Þetta fór á annan veg. Erum við komin tilbaka að sækja meira af fatnað og teppum fyrir börnin, höfðu vinur okkar ekki skilað sér svo engir lyklar voru til að komast inn í húsið. Við ókum niður á höfninni og þangað streymdu bæjarbúar ofan í bátana og fluttu flóttafólki til Þorlákshafnar sem liggur 42 mílur vestan Vestmannaeyja. Ég var svo heppinn að finna vini okkar við lyklana en þau höfðu ákveðið að flýta sér til hafnar og komast í bát. Ástþór, elsti sonurinn, fór með systkini sínum borðið danska Pétur, góðan en nýlegan fiskibát sem var undir stjórn heiðursmannsins Emils Andersen. Þegar börnin voru farin af stað fór ég að huga betur á foreldrum mínu sem bjuggu í næsta húsi. Móðir mín treysti sér ekki sjóleiðis til lands, reyna heldur að bíða og treysta á flug morguninn, enda leit vel út með það, veðrið hafði alveg gengið niður og komið logn. Sjúklingar frá elliheimili og sjúkrahúsi komust allir með flugvélum. Þegar birti að degi. Nóttina fórum við feðgarnir í Landakirkju og kveiktum öll ljós í kirkjunni svo allir gætu séð að kirkjan vildi á táknrænan hátt þakka almættinu fyrir gifturíka björgun eyjabúa. Einnig geymir sagan þá minningu að Landakirkjan var eina húsið á Heimaey sem ekki var neinn hlutur tekinn úr meðan jarðarnir geisuðu. Er ég ævinlega þakklátur biskupi Íslands, séra Sigurbirni Einarssyni, hve vel hann tók málaleitan minni, er ég ásamt Guðmundi H. Guðjónssyni organista, gengum á hans fund og hann kom í veg fyrir fyrirætlanir að flytja lausa muni úr kirkjunni fyrir okkar tilmæli. Það var orðið kyrrlátt morguninn, flestir flúnir til lands, allir heilir án minnstu óhappa Guði sé lof. Talið var að 80 til 100 karlar væru eftir í bænum. 10 leyti var boðað til fundar í bæjarstjórn, flestir bæjarfulltrúar farnir en nokkrir okkar eftir. Ég minnist það sérstaklega að meðal annars kom þekktasti jarðfræðingur Íslendinga, Sigurður Þórarinsson, á fundinn. Hann eins og við allir viðstaddir lýstum þakklæti og lotningu okkar hve vel hefði tekist til með björgun eyjabúa á flutning til lands. Varðandi framgang eldgossins kvaðst Sigurður á þessari stundu eiga eina ósk okkur til handa úr því sem komið væri. Nefnilega að meira gerðist á eldsprungunni. Hefði þetta verið ótrúlega rólegt upphaf og ef ekki færi að ske meira svo munaði, óttaðist hann að jarðeldar gætu blossað upp annar staðar á Heimaey. Sigurði var heldur betur ósk sinni því fljótlega eftir hádegið heyrðust ógurlegir skruðningar og umrót á miðri eldsprungunni og upp frá þessu fór hún að lokast til endana þannig að gosið hélst á sama stað og ekkert skeiði annar staðar. Dagana sem eftir komu hafði ég nóg að gera. Á þessum árum rak ég stærstu fatnaðarverslun eyjanna, Drífanda, og margir klæðalitlir fóru þakklátir frá mér. Reyndi ég eftir mætti að hjálpa þeim sem verst voru staddir. Heima á hólnum var nóg að gera. Fullt hús sérstaklega mönnum sem voru komnir til að huga að eigum sínum. Umhverfis ekki svo slæmt, askan hálfur metri á dýpt umhverfis húsið og dapurt var að líta yfir byggðina
Alltaf fleiri og fleiri hús sem urðu jarðeldunum að bráð. Tugir manna sváfu í húsinu fyrstu næturnar. Margir þeirra höfðu orðið fyrir þeirri hörmulegu reynslu að sjá húsin mörg hver hverfa og mörg ný hverfa undir hraunflóðið. Dáðist ég mjög og geri enn að dugnaði þeirra á hugbrigði og þannig liðu dagarnir og næturnar. Samstaðan var aðdáunarverð, nokkuð sem aldrei gleymist. Fljótlega séð varð að hverju stefndi greip sig ótti að höfnin myndur lokast hraunið fór að renna til norðurs. Aðfaranótt 8. febrúar var útlitið hvað ömurlegast við stóðum nokkrir á Hringskers hafnargarðinum. Minnist ég sérstaklega Bjarka Elíassonar, þá yfirlögregluþjóni í Reykjavík. Hafði glóandi hraunið sótt gríðarlega hratt fram á móti Kletsnefinu og vatnsleiðslan og rafstrengurinn frá landi fór í sundur. Fullir kvíða og vonar biðum við þess verða vildið út við Kletsnef og áreiðanlega stigu bænir til himins. Þegar innan við 200 metrar voru frá hrauninu, sem hafði þá runnið 15 til 1800 metra frá eldgígnum og að Kletsnefi, virtust sem stóru hraundrangarnir sem brotnað höfðu frá gígnum, meðal annars flakkarinn, hefðu strandað og því ekki komist lengra. Og aldrei lokaðist höfnin sem í mínum huga var mesta kraftaverkið næst björgun eyjabúa við upphaf jarðaldina. Hérna var komið sögu var ég ásamt Hafsteini Stefánssyni valinn af bæjarstjórn til Norðurlanda farar vegna væntanlegra kaupa og innflutnings á tilbúnum húsum fyrir eyjabúa á meginlandinu. Urðu þetta 530 hús sem reist voru á 23 stöðum á landinu. Sú stórmerka saga bíður betri tíma. Þessi minningar brot frá upphafi jarðaldina 1973, reynsla mín og hugrenningar skráðar í Hamborg í febrúar 2001. Jói á Hólnum. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta var svona eins og að hlusta á ljúft podcast, þetta var svona ljúf og góð rödd. Og þetta var svona leyniatriði hérna í dagskránni. Takk hérlega fyrir þetta. Það hérna, þetta svona enn ein sagan, magnaða sagan sem maður heyrir. Komið mitt hérna í kaffi niðri í lífeyrissjóði hann Bokki í gær og var að segja sögur úr gósunum. Þetta alveg bara, ég elska þetta, að heyra svona sögur, þetta svona magnaða sögur. En hérna, við ætlum að halda áfram, það bara komið að síðasta ræðumanni dagsins. Við hjá Eyja sýnum svo heppin að detta stundum um góða penna og framsýna menn og menn sem að hafa trú á samfélaginu eins og við hérna í Eyjum sem að jafnvel búi ekki hérna og sjá þetta aðeins með öðrum glerum. En hann Jóhann ætlar að loka þessu hérna með smá erindi. Oft þekktur undir nafninu Jóhann Tvíburi. Hann sigldi hérna til Eyja til þess að vera með okkur og bara gjörðu svo vel, Jóhann. Afsakið þetta, ég náttúrulega ekki með þetta úrprenta eða að mér. Takk fyrir tröstið og bara hérna ágætu fundargestir. Þetta kannski svona aðeins út fyrir minn þægindarhing, þannig ég ætla svona ekki að ætla ekki að neita því, en það góða við að veit ég að kona mín alveg guðsfegin að ég sé að ræða við ykkur það sem að gerast í Vestmannaeyjum, heldur hún þurfi að hlusta á enn eina ræðuna algjörlega óumbeðin. En það eru heldur en ekki spennandi hlutir að gerast í Eyjum þessa dagana og sennilega mestu efnahagsumsvif í samfélaginu í gangi frá upphafi sem ætti nú að vera aldrei jákvætt, en í því samhengi man ég eftir því verandi skipstjórasonur að hvernig umræðan var á heimilinu til dæmis eftir metverkið þegar karlarnir kíktu í kaffi og síkó
og verið að fara yfir aflabrögð og þess að þá myndi mig aldrei að það var einhver sem fór á afturfæturnar yfir í hvað þið gengi rosalega vel. Vegna þess að það var aldrei á vísan að róa næst. Og ég held nefnilega að þetta sé svolítið inngróið í okkar samfélagi. Okkur Eyjamönnum hætti nefnilega svolítið á að stilla væntingastillinum svona svolítið í hóf. Við svona svolítið búum okkur undir að versta en leyfum okkur svolítið ekki að svona hugsa eins út í sko bara hvað ef. En það má alveg leyfa sér að vera svona hóflega bjartsýnn. Með þetta hliðarljósi langar mér helst að ræða við ykkur 2 verkefni, en auðvitað eru þau mun fleiri. Ég hef bara stuttan tíma, þannig að ég gæti nú svo sem alveg haldið áfram ef ég vissi mig hérna. En sko, það bara svo rosalega margt spennandi sem að gerast í bæjarfélaginu og mér langar svolítið að hrósa þetta sko bara Eyjafréttum fyrir sko góða umfjöllun bæði á þessum verkefnum og öðrum. Bæði þessi verkefni eiga svolítið sameiginlegt að vera svona að leggja undirstöður að nýjum atvinnustofum í bæjarfélaginu, sem er bara gríðarlega jákvæð. Því eins og þið vitir náttúrulega þá hefur svolítið þetta verið svona tiltölulega svona einhæft svona síður árin, þannig að þetta er svona mjög spennandi. Fyrirtæki sem ég ætla að tala það er náttúrulega annars vegar sko Laxey og hins vegar Lava Spring. Ég hef nefnilega bara verið svo heppinn að fá að fylgjast með þróun þessara verkefna ef svo maður segja eiginlega bara frá byrjun. Og ef við byrjum aðeins á Laxey þá náttúrulega svona pínu svona nostalgía hjá mér að því að sem krakki þá fékk ég að fara með mömmu að fóðra út í Klettsvík. Þannig að þetta er eitthvað svona sem svona hefur svolítið fylgt manni. En staðan þar í dag er í raun hálf ótrúleg. Og ég held að fólk sé bara ekki alveg að átta sig á því sem er í raun að gerast. Sko, ef við tökum bara Seiðaeldisstöðin, hún er klár. Það tók ekki nema 15 mánuði að byggja hana. Og mér skildist að það hefði farið einhverjir 5.300 eða 5.800 rúmmetra steypu. Ég þekki nú svo sem ekki mikið að steypu, en mér skilst að þetta sé meiri steypa en fór í alla uppbyggingu Vestmannaeyjum eftir eldgos. Bara svona sem dæmi. Fiskeldið í Viðlagafjöru er hafið og mér fannst það vera svolítið tákgrænt þegar maður sá að þegar var verið að fylla sko tankbílan af seiðum og flytja í Viðlagafjöru, að það var þetta svona svolítið svipað eins og við varum núna svona upp á 9 tímum þar sem núna erum við að dæla sko nýju olíu á tanka sem við flytjum svo út með tilheyrandi gjaldeyristekjum fyrir þjóðarbúið. Tímaplanið líka hjá Laxey sem var sett upp fyrir meir en 2 árum síðan er á áætlun sem reyndar alveg ótrúlegur árangur í sjálfu sér svona í viðamiklu merkefni og raunverulega vitni. Það hefur einmitt sérstaklega verið mjög gaman að fylgjast með uppganginum og upplýsingagjöfinni hjá fyrirtækinu og þá fyrst og fremst eins og frá Óskari Jónsson. Til að átta sig á hversu risavaxið, ég afsökja í stað með eitthvað, ég er svona pínu stressaður hérna, sko, hversu risavaxið þetta verkefni er í raun, svona ákveð að setja hlutina í ákveðið samhengi. Ég veit að þú veist að vera að tala um einhverja milljarða ofan að þetta er svona svolítið erfitt að tengjast hvað í rauninni þetta er. En það var mjög gott viðtalið mitt við Lárus Ásgeirsson, stjórnarformann hjá Laxey í Eyjafréttum, sem held ég að Ómar hafi tekið. Og svona þessar stærstu tölur er verið að tala um að heildarframkvæmdir verður sennilega svona norðan með yfir 60 milljarðar. Og hvað er það? Það er svona eins og 10 landeignar uppreiknað á verðlaginu í dag. Útflutningstekjur 30 milljarðar. Tekjur Vestmannaeyjabæjar skilst með sko 2022 voru svona tæpir 9. Það er búið að safna 13 milljörðum. Til þess að setja það í eitthvað samhengi þá þurftu allir Vestmannaeyingar að leggja tæpa 3 milljónir í verkefnið. Og þetta er bara byrjunin. Það skapast yfir 100 störf, auk fjölda afleiddastarfa og stærsti erlendi fjárfestirinn í Laxey, Ivo Group, er bara sem dæmi með 16 sinnum meiri ástekjur heldur en bara til dæmis Vinnslustöðin. Og auður fjölskyldunar þar á bakvið, ef við deilum honum á alla Vestmannaeyinga, þá er eins og hver einstaklingur var að fá 150 milljónir.
Þannig að þetta eru rosalegar upphæðir. Og þannig að sko, en ég veit alveg að þetta eru bara tölur á blaði. Og hægt að spyrja sig hvort þetta sé eitthvað sem að marka, þú veist, þetta einhverja skýjaborgir sem ekki verða svo til og þess að það. En ég alveg sannfærður að svo sé ekki. Og hvers vegna það? Fyrir það fyrsta, eins og Páll Magnússon eða Palli Magg orðaði svo skemmtilega í áramótapistli á sér, að þá sagan á bak við Laxey svo góð. Og í grunninn er fyrirtæki ekkert annað heldur fólkið sem á bak við. Og svona bara þegar hann var að koma inn á það, þá man ég þegar Laxey bauð upp á skoðanaferð á Goslokahátíð 2023 á laugardegi og ég mætti þar kampakátur og Hallgrímur Halli tók á móti og þá var það fyrsti maðurinn sem við mættum í vinnugallanum, þá var það Sigurjón. Og mér finnst þetta að vera svolítið svona lýsandi dæmi þá sem koma að þessu verkefni. Og Laxey hefur nefnilega líka svona ákveðið kastalagíki, ef við tölum svona eitthvað svona fjárfestamáli eða svona mót, sem alveg bara rosalega erfitt að keppa við. Og ég held að margir átta sig ekki alveg á því, fyrir utan náttúrulega stofnunina að eins og bara flest allir þekkja, þú veist, með Sigurjón og hvernig sagan og miklu betur heldur en nokkurn tímann ég. En í grunninn þetta bara, þetta aðilar sem taka sig ekki of hátíðlega og eru bara harðduglegir. Og það sem var náttúrulega svona aðdánavert í byrjun á þessu verkefni, að það var ekkert verið að bíða eftir einhverjum fjármagni annars staðar frá, það var bara byrjað. Og þetta svona kallað svona first money in sem rosalega mikilvægt til þess að fá aðra til þess að trúa á verkefni. Þetta svona ákveðið svona hjarðhegðun sem gerist á og hefur gerst. Stjórnin sem á bak við félagið líka mjög sterk. Það sem líka svona aðdánavert að það bara rosalega mikill svona velvild hjá bæjarbúum og hjá bæjarstjórn. Maður hefur alveg fundið fyrir því auðvitað náttúrulega skipta skoðanir og alls konar hlutum, en ég held á heildina litið átti allir sig á mikilvæginu fyrir bara heildina í okkar samfélagi. Líffræðilegar aðstæður eru náttúrulega bara eins og gerast bestar. Og þetta ekkert einhver skoðun hjá mér eða eitthvað slíkt, en það bara þannig að það nýbúið að gera rannsókn í Vestmannaeyjum sem að Róbert Guðfinnsson var einn af þeir sem kom að því. Svolítið gaman að því að vita að hann var einmitt í skipstjóra- og stýrimannaskólanum með pabba í Eyjum. En þá einmitt kom hann inn á að bara aðstæður og sjávarhiti í Vestmannaeyjum eins og best verður á kosið í heiminum. Og þetta ekki skoðanir einhverja Vestmannaeyinga eða mína, þú veist, þetta bara frá henni svona svolítið talað svona sem guðfaðir á þessu fiskeldi á Íslandi, sem rosalega jákvætt og rosalega erfitt að keppa við. Og þegar maður að tala eins og bara hvernig að gerast í Þorlákshöfn, aðstæður eru miklu betri hér. Það sem líka annað sem svo rosalegt og maður talar alltaf hvað eru mest og best í heimi og svona, en þetta ekki endilega mína skoðanir, en það að eins og hvernig staðan inn í Eyjum, það hvergi annar staðar þar sem að þú getur nánast labbað. Seiðareldisstöðin bara rétt fyrir neðan, Stórseiðin í Viðlagafjöru og við hliðina á því verður Landeildin. Þetta allt í göngufæri nánast. Þetta bara samkeppnisaðstæður sem bara ekki hægt að keppa við. Og að sjálfsögðu þá líka náttúrulega eins og bara þegar það verið að sigla með fiskinn og slíkt, bóðleiðirnar eru svo rosalega stuttar. Og það sem eins og Halli var einmitt að tala líka, kannski kosturum við að Laxey svolítið eitt þetta hér, heldur en kannski það sem svona, það eru kostur og gallar, kostur eru mun fleiri, þannig að ekki aðrir að vasast í kringum verkefni, þannig að þú getur svolítið stýrt þessu vel sem svolítið ókostur varðandi eins og það sem búin að sjá eins og í Þorlákshöfn, bara með við bara nýlega umfjöllun af þessari mölunarverksmiðju og hitt og þetta sem margt svona, þegar kannski asinn færi svolítið yfir marga þá að gera svo mikið og það kannski fer að hamla öðru. Það sem að mér finnst sjálfur svona, og ég ætla að reyna að vera svolítið fljótur þannig að ég bara stoppi með það sem hefur svolítið lítið farið fyrir í umræðinni
hjá Laxey að þegar uppbygginginu var hvað mest og kom svo fram á þegar verkefnið svona þróaðist meira, var að tekjupóstinni breyttist út í að vera 2 í 3. Og þá er ég að tala þessi stórseiði. Þetta svona rosalega svona skemmtilegt orð, en þetta bara stórseiði sem sagt þegar seiðin eru alin upp í svona hálft kíló og eru svo flutt út. Og af hverju það svona mikilvægt kem ég að rétt á eftir. En stóri áfanginn hjá Laxey, og þegar ég að tala Laxey, þá ég bara að tala Vestmannaeyjar. Þetta ekki bara Laxey, þetta bara við öll. Ég ætla að leyfa mér allan að segja við öll að því svona tel mig ennþá vera svona ákveðið partur af eigum þáttur ég var fyrstu 25 árin, en pappi bjó í tæp 40 ár, en hann fæddist ekki þannig að hann var aldrei Vestmannaeyingur. En sem sagt, Laxey kláraði ákveðið útboð í apríl í fyrra. Og það sem svo rosalega stórt í því að þetta eru 13 milljarðar. Þetta alltaf rosa stórar upphæðir og hvað eru 13 milljarðar? Allan ennþá veit ég ekki nákvæmlega hvað mikið, allan ég hef ekki séð svoleiðis svona bankabókið, þetta víst rosa mikill peningur. Og þetta eru það bæði og það sem kannski stóra fréttin í þessu að þetta eru ekki bara fjármunirnir, heldur þetta líka það sem á bakvið þá. Og það þessi erlenda fjárfesting. Eða svona, og ekki bara erlend, heldur þetta eru erlendir fjárfestar með rosalega mikla reynslu af fiskeldi. Eða eins og tala þetta svona smart money. Og það ekki eins og króna á móti krónu, það miklu verð meira. Og bara til þess að þannig að það rosa margir sem öfunda Laxey að hafa náð þessu. Vegna þess að fyrir þá sem að þekkja, þá gríðarlega svona góður stimpill að fá svona alþjóðlega fjárfesta inn, ekki bara til Íslands, heldur til Vestmannaeyja. Og bara til þess að það gangi eftir, þá þarf að tikka í ansi mörg box. Þannig að þetta gerist ekki sjálfur sér. Það þarf að, þetta ekki bara því að einhverjum einum aðila finnst þetta rosalega spennandi, heldur það þarf að tikka í ákveðin box, þannig að þetta rosalega mikil viðurkenning. Og það sem líka ennþá verðmætir í þessu, að þessir aðilar sem að koma inn, þeir eru þekktir fyrir það, vegna þess að þetta verkefni á Laxey rosalega fjármagnsfrekt, að þeir fylgja eftir verkefnum. Þeir fjárfesta áfram og þeir hafa sýnt það í nýlegum dæmum. Og það sem kannski veitir svona aukna vikt hjá Laxey, meðal annars að fá inn mjög stóra norska fjárfesta, náttúrulega að Noregur náttúrulega langstærstir í Laxey í heiminum. Og við erum strax svona, og það sem einmitt ég tala alltaf það sem kannski margir áttar sig ekki alveg á því, að það sem gerast oft í þessu framhaldi að það opnast ákveðnar dyr sem kannski annars voru lokaðar. Eitt dæmi til dæmis varðandi fjármögnun, en önnur bara svona klasamyndir sem við erum strax farin að sjá. Smyrline samkvæmt ef allt gengur eftir, þeir eru að byrja hugsanlega í lok þessa árs. Það náttúrulega kom, ég ætla að segja gríðarlega jákvæð og stór yfirlýsing frá stærsta fóðurframleiðanda í heiminum í dag, sem Skretting. Og þar kom einmitt yfirleitt, þetta var í erlendum miðlum, ekki innlendum, og þar var einmitt yfirleitsmyndin af Vestmannaeyjum. Og af hverju það? Vegna þess að Skretting hluthafi í Laxey. Þannig að þið sjáu þannig að nú ég ekki, þetta ekki mín orð, en líklegt að það komi hingað. Það allan að myndi ég segja meiri líkur heldur minni. Allan að þetta mjög jákvæð. Og ég ræddi við Lárus einmitt í gær og hann vildi einmitt koma svona á framfæri þakklæti hvað velvildin hefur verið mikil í Eyjum og eins líka bara hvað Eyjafréttir hafa fjallað svona jákvætt þetta verkefni. En þar kom hann einmitt inn á að hann væri mjög bjartur á framhaldið og ég mátti koma svona aðeins inn á nokkra hluti, en mér finnst þetta tiltölulega stórt að núna það mikil velvild með þessu verkefni að Laxey hefur þurft að hafna bönkum fjármögnun. Sem mjög sérstakt, ég vildi þetta alltaf svolítið að biðja það, þannig að það meiri áhuga á fjármagnaverkefni heldur en að þurfa. Annað sem myndi ég segja allan að stærsti svona mælstólinn hjá fyrirtækinu hingað til, að þeir eru búin að gera viðskiptasamning stórseiði.
og þetta margra ára samningur. Og af hverju þetta svona rosalega verðmætt? Vegna þess að eins og oft með sprotafyrirtæki og varðandi fjármagnir og slíkt að það skiptir máli að tekjurnar koma inn sem fyrst. Og þegar þetta að gerast, þegar upphaflega var lagt ráð fyrir að tekjurnar kæmu inn við fyrstu slátrun, að þá með því að selja stórseði, að þá flýtir það fjármagni inn í verkefnið kannski hálft ár. Þannig að þetta bara eitthvað sem ekkert annað landeldisfyrirtæki held ég bara í heiminum hefur náð. Og hvað þá á Íslandi. Þannig að sem kannski segir svolítið af hverju fjárfestar vilja eltast við þetta verkefni. Og það sem svolítið, þetta svolítið spírall, eftir hvað kemur meira þessi fjármagn, því meira fjármagn kemur eftir því og koll að kolli. Félagið stefnir á því að fara núna í hlutafjárútboð á þessum fjórðungi og til þess að fjármagna fasa 2 og samkvæmt honum áhuginn mjög mikill og sennilegt að færri komast að en vilja. Og af hverju það eins mikilvægt að fyrsti fasin að hann kláraðist, að þá eiginlega annar fasin enn mikilvægari því að hann tryggir ennþá meira sjóðstreymi sem eykur þá líkurnar á fasa 3, 4, 5 og 6. Bara þetta mest crucial sem að fyrirtæki að gangi í gegnum. Og kannski smá niðurlag á Laxi og látum okkur kannski aðeins dreyma, en það nú ekkert langt síðan og auðvelt að setja sig að hugsa aðeins tilbaka hvað gerist með fyrirtæki Kerecis. Og það náttúrulega bara, þetta eru Vestfirðir alveg eins og Vestmannaeyjar, að 2019-2020 þá fóru þeir í hlutafjárútboð og fengu inn erlent fjármagn. Og þar meðal annars var hún Laurene Powell Jobs, ekki Steve Jobs. Það var markaðsvirði fyrirtækisins 12 milljarðar. 2 árum seinna kemur Lego fjölskyldan inn, verðmætið 80 milljarðar. Ári seinna yfirtekur Coloplast Kerecis, en það eru tengingar milli Lego fjölskyldunar og Coloplast á 175 milljarðar. Á örfáum árum 14-faldaðist fjárfestingin hjá Kerecis. Og það jákvæða við það var að langstærstu fjármunirnir skiluðu sér til Næsarfélagsins. Þannig að ég geti tekið þetta inn í helgina. En annað, ekki síður spennandi verkefni Badalón og Hótel Lava Spring. Það var náttúrulega nýlega búið að halda íbúafund hér, þannig að margir eru vel inn í því og Eyjafréttir hafa einmitt gert því góð skil. En ég ætla að fara bara stutt yfir það, en bara hvað í vændum að Badalónið þá að 1500 fermetrar. Og þetta allt einhverjum tölur, ég ekki smiður, en það bara svipustæður og skælagún. Þetta verður 90 herbergja hótel og til að setja það í eitthvað samhengi þá þetta lúxushótel og þetta svipar svolítið til eins og þegar Bláa lónið fór í uppbygginguna hjá sér, þannig að þið getur skoðað hvernig það kom út. Þetta skapar fullt af störfum, bæði beint og óbeint. Og þetta getur hugsanlega orðið stærsti ferðamannasegullinn á eyjunni ef eitthvað að marka til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, en þar komur til ljós að stærsti ferðamannasegullinn þar var ekki Hallgrímskirkja eða Harpan, það var Skælagún. Og þessi skiptir enn meira máli fyrir samfélagið og ferðaþjónustuna í heild að þessi framkvæmd líka til þess að lengja ferðatímabilið á eyjunni og auka þar með bara rekstrarskilyrði og verðmætasköpun annarra fyrirtækja í greininni. Alveg eins og með Laxey, þetta ekkert bara sem að gerast hjá einu fyrirtæki, þetta smita sig út allt, sem gríðarlega jákvætt. Og það sem hefur alveg sárlega vantað, alveg eins og þegar kemur erlent fjármagn inn í Laxey, að það hefur svolítið vantað inn í leiðakerfi í Eyjum að fá alþjóðlega hótelkeðju. Og eins og Kristján eða Stjáni, eins og flest þekkja hann, og Magga, en Stjáni kom inn að því á þessu fundi að það eru viðræður í gangi að verði alþjóðleg keðja sem kemur þar inn. Og þetta þá ekki þetta hótel það geta að fara í samkeppningu við önnur hótel, þetta bara til að stækka markhópinn.
sem alveg gríðarlega jákvætt að vita það allir bara þegar hótel kemur inn, það eru tengingar út allt þannig að þetta kemur til með að efla ferðaþjónustuna hér. Og svona aðeins í lokin að þá nýjustu fréttir eru heldur ekki skemma fyrir. En það var nú bara, held ég, bara í vikubyrjun að þá kom fram að Hótel Selfoss hafi verið breytt í Marriott hótelið. Og hvað skiptir það okkur máli? Jú, eigendur á bakvið Hótel Selfoss Jóða e.h.f. Og þegar þeir keyptu Hótel Selfoss þá keyptu þeir í framhaldinu Hótel Vestmannaeyjar. Og í framhaldinu eignir af Kaldalón, semst aðrar ferðaþjónustu eignir sem einmitt Stjáni og Magga byggðu svo myndarlega. Þannig að það skyldi þó aldrei vera að innan tíðar verði Hótel Vestmannaeyjar orðið að Marriott hóteli. Ég allan að myndi ekki veðja á móti. Og þegar við kveðjum gamla árið og byrjum nýtt, og ef það eitthvað svona eitt orð sem að mér finnst að við ættum að taka inn í nýja árið, þá það bjartsýni. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, erindi. Það sannarlega næg að taka að melta helgina, þetta var mikið af tölum og mjög áhugaverð yfirferð. Og gaman þegar menn sjá samfélag okkar með öðrum gleraugum og séu tilbúin að rýna það svona vel. Takk hérlega. En ég vil bara þakka kærlega fyrir komuna. Ég vil fá þá sem að fengu verðlaun til þess að hinkra örlítið fyrir eina mynd af öllum hópnum. En annars þakka ég ykkur öllum kærlega fyrir komuna, gefa ykkur tíma til að koma og vera með okkur og hafið góða helgi. Takk fyrir.